Fallega fólk. Í upphafi þáttarins var hérna flutt dásemda lag eftir hann Atla Dag Stefánsson og hann kominn í sófann ásamt vini sínum og félaga, Hauki Sindra Karlssyni og verið hjartanlega velkomnir. Takk hérlega fyrir. Þið eru samverkamenn í músík. Heldur betur. Miklir. Þið eru svona partners in crime. Já. Ég sé að þú ert svo vel merktur, Haukur. Þetta er skóliðin? Já, þetta er skólinn sem ég í. Okay. Royal College of Music, já. Darling. Þið búið báðir í London? Já. Er ekki geggjað að vera bóhem í London og stúdera músík og fá bara að semja og skapa og hafa svo bara botnlausar áhyggjur og peningum annars leiðið? Já, það er náttúrulega bara nákvæmlega, það er rosalega góð greining á málunu. Er það ekki? Jú. Þess vegna erum við nú í tónlist náttúrulega til að verða mótríkir. Það er nákvæmlega það. Þú veist alveg maður, á ég að vera lögfræði eða, nei, ég fer í músíkina. Það er peningurinn. Algjörlega, sko. En nei, þetta er frábært. Þetta er bara algjör snilld. Auðvitað mikil aðlögun að koma frá 3000 manna bæjarfélagi á Sauðárkróki yfir í hversu stórt sem London er. Já. Þannig að það er algjörlega. Svo bara gerir maður þetta heima og hugsa bara nei, hverfið er 3000 og þetta er bara þannig. Já, akkurat. Það er svolítið svoleiðis. En hérna, þið eruð ekki að læra það saman. Hvað eruð þið að stúdera? Ég er að læra lagasmíði. Já, ok. Ég er að taka bachelorsnám í lagasmíði, var að klára fyrsta ára mitt, sem að snýr í raun og veru bara að því að semja tónlist, samtíma tónlist og þá poptónlist í raun og veru það sem að ég kannski hægt að líta sem venjulega tónlist, útvarpstónlist og lög. Svona mainstream, já, ok. Já, ég er sett hérna eins og kominn á í Royal College of Music og ég er að taka master í kvikmyndatónlist. Þú ert að taka, ertu svona komin, fóruð þið ekki út á sama tíma? Jú. Ég var bara búinn með bachelornámið mitt þegar þetta hitti svona vel á. Já, þú tekur það í Danmörku? Já, ég tók það í Danmörku. Já, ok. Þannig að hérna, já, þú ert komin í masterinn í kvikmyndatónlist? Já, akkurat. Ertu búinn að vera að starfa við þetta? Nei. Ekkert eitthvað þannig, ekki að semja neitt sko. Nei. En jú, þú ert búinn að vera að starfa við þetta. Þú ert búinn að taka það verkefni og annað, þú ert ekki kannski fulltrúinn, þú ert vissulega búinn að vera að starfa. Jú, er ekki hægt að segja það? Jú, ég myndi segja það. Ok, þannig að niðurstaðan er. Akkurat. Já. Hérna, og hvernig, ég meina þú veist, ertu tónlist í bíómyndum er náttúrulega, sko, hún spilar svo risastóran þátt bara í upplifuninni. Já, algjörlega. Þannig að hérna, þú veist, hvaðan kemur, af hverju vildir fara það? Já, góð spurning. Já. Ég hef alltaf haft gaman bara af hérna sögum og kvikmyndum. Já. Og svo líka bara að, sérstaklega í kvikmyndatónlist yfirleitt engin takmark við hversu mörg hljóðfæri það mátt nota. Ég hef alltaf verið bara, hellingsstrengir, bara brassos, bara nota allt saman. Já, meira er betra. Það er nefnilega málið, sko. Reyndar svo er þetta fara í hináttin í dag, sko. Þannig að, en það er líka gaman, sko. Ok. En já. Og þið eru búin að þekkjast lengi, eller hur? Já. Já, síðan við vorum 10 ára. Ok, vá, það er bara dæst. Við kynnumst í 4. bekk þegar ég flytti á Sauðárkrók frá Reykjavík og við erum bara búin að vera vinir síðan þá. Ok. Svo sem bara fylgst í gegnum þessi ár. Sko. En hvenær fóruð það hérna að búa til músík saman? Það var 2020. Já, mjög seint, sko. Bara... Já, sem er ótrúlegt því að þú byrjaðir að gera tónlist sjálfur 2014. Já. Og ég hef alltaf verið, þú hefur alltaf verið tónlistarmaður og hefur alltaf verið í músík og ég sömuleiðis hef alltaf verið syngjandi og eitthvað. En það var ekki fyrir 2020. Í janúar 2020 þá byrjuðum við tónlistarverkefni sem heitir Aspect og hérna það var okkar svona frumraun í því að gefa tónlist og semja saman og það byrjaði þarna 2020 og síðan byrjaði ég að semja hérna tónlist bara á kassagítar og hérna og við byrjum að vinna að henni saman. Okay. Og þau fyrstu lög komu 2021 en voru alls saman 2020, náttúrulega erfitt kannski fyrir okkur að vinna aðeins út af COVID, þú veist í Danmörku á þeim tíma. Já. Þannig að það var svona, það tafði svolítið þessa plötu sem við erum að vinna að. Okay. En já, ótrúlega seint með við svona sambandið
byrjuðum við 2020, janúar. Já, ég veist að, já, einmitt, að bara allt inni fatta bara, hei, ef við kannski að... Já, það var nákvæmlega svo. Algjörlega, sko. Alltaf, þú veist, búin að vera vinir lengi, svo allt er nú allir par. Já. En svo eru þið að vinna saman að verkefni sem heitir því hóvaranafni Atli. Já, það er einmitt þetta verkefni sem að kom út, hófst þarna 2021, kom út á Spotify 2021. Það er í raun og veru ástæðan fyrir því að við skiptum verkefnunum í tvennt. Það var þá annars vegar Aspekt og svo er það núna Atli. Var vegna þess að við áttum okkur á því við vorum að semja algjörlega mismunandi tónlist þegar við vorum að semja saman og þegar við vorum að semja í sitt hvoru lagi. Og okkur vantaði vettvang fyrir einmitt þessa tónlist sem ég var að semja og sem Haukur pródúserar. Og í raun og veru hefur það svolítið tekið smá á flug. Svona, já, allan á þeim tíma sem það hefur verið í gangi. Og við erum farið að sjá svona smá árangur þar og Aspekt hefur raun og veru svolítið fengið að sitja á hakanum á meðan. Ég skil, þannig að þið eru að einbeita ykkur að ég meina þetta er verðandi plata, er það ekki? Jú, það er einmitt það, sko. Við semjum 20 lög árið 2020, sumarið 2020. Okay. Og byrjum síðan að vinna að þeim seinna á árinu 2020. Köttum 2 þeirra út, pródúserum 18 og ákveðum síðan að gefa út 13 af þeim 20. Og erum að vinna því, kláruðum plötuna núna bara í júlí. Okay. Að fullvinna hana, mastera, mixa, pródúsera. Þannig hún er bara klár? Hún er bara klár og sem er frábært. Þannig að við bíðum svolítið bara eftir því að geta gefið út singla. Gefum út 4 singla í viðbót og vonandi fyrir sumarið á næsta ári kemur hún út. Ok, það er þess vegna er töfin útgáfinu, það er bara þið viljið koma út öllum singlunum áður en að platan kemur sjálf? Já, algjörlega. Já. Ok, ég skil. Í því umhverfi sem við búum í dag í tónlist þá er ekkert vit í því að gefa út plötur nema þú sért með mikið af fólki að fylgjast með þér. Og í raun og veru eins og allt virkar í dag þá snýst þetta svo mikið það að koma stöku lögunum á framfæri og fá kannski einhvern meðbyr með þeim. Og því fleiri lög sem að þú gefur út sem stöku lög, því betri séns áttu að eitt er að detti og lenda á einhverjum stórum playlista eða eitthvað svoleiðis. Já, nákvæmlega. Akkurat. Þetta er umhverfið í daginn mitt. Þetta er ekki bara, þú veist, núna þarf alltaf að kitla og þetta er ekki bara að fara að, þú veist, að halda plötunni og svo bara fyrir jólin. Það er málið, sko. Það er umhverfið sem ég ólst upp í fyrir gamla daga. En og þegar þið gefið henni út, fer hún alfarið á Spotify eða er hún eða er vínill eða? Við höfum verið að ræða það, sko. Já, góð spurning. Góð spurning, fullt af góðum spurningum hjá mér, ég er góður. Já, ótrúlegt. Já, við stefnum á að gefa hana út, náttúrulega hún kemur út á Spotify, en svo ætlum við að gefa út, ætlum við að prenta vínill með í takmörkuðu magni, þannig að bara þeir sem að vilja kaupa geta keypt vínilinn og svo geisladiska líka. En auðvitað er þetta náttúrulega orðið að mestu bara Spotify. Já, auðvitað. Það er merkilegt. En heyrðu, geggjað, bara gangi ykkur vel með áframhaldandi verkefni ykkar og útskrift og nám og allt það. Svo ætla ég að skjóta því að ef einhver á leið til London í október, þá eru þeir með tónleika. Já, 11. október á The Bedford. Í Bedford, já. Akkurat. Dásamlegt. Heyrðu, kærar þakkir fyrir komuna. Já, bara sömuleiðis. Gott fólk, það er komið að lokum hjá okkur. Við rúllum upp þessum góða þætti með því að hann Anton Líni ætlar að leika fyrir okkur tónlist. Hann er einmitt með kósi heit og kassagítar í Listagilinu í kvöld. Ef þið hlaupið þá kannski náið honum. Annars bara njótið helgarinnar og verið góðu hvert annað. Ég kveð, verið blessuð.